Jóhannesar Guðspjall, 1. kafli. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrlegan hátt, né að vilja manns, heldur eru þau að Guði fædd. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullu náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar: Þetta sá sem ég átti við. John spoke about him. This is the one I was talking about when I said, he comes after me. But he is greater than I am, because he existed before I was born. Out of the fullness of his grace, he has blessed us all, giving us one blessing after another. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi vitnisburður Jóhannesar þegar ráðamenn í Jerúsalem sendu til hans presta og levíta til að spyrja hann: Hver ertu? Hann svarar ótvírætt og játaði: Ekki er ég Kristur. Þeir spurðu hann: Hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar: Ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann kvað nei við. Þá sögðu þeir við hann: Hver ertu? Við verðum að svara þeim send okkur. Hvað segir þú sjálfan þig? Hann sagði: Ég sá sem Jesaja spámaður talar Ég rödd hrópanda í eyðimörk segir: Gerið beinan veg drottins. Sendir voru menn af flokki farisea. Þeir spurðu hann: Hvers vegna skýrir þú, fyrst þú ert hvorki Kristur, Elía, né spámaðurinn? Jóhannes svaraði: Ég skýri með vatni. Mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig, og skóþveng hans ég ekki verður að leysa.
Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skíra. Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir: Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Þar sá ég sagðum: Eftir mig kemur maður sem mér fremri, því hann var til á undan mér. Sjálfur þekkti hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði: Ég sá andan kom af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti hann ekki, en sá sem sendi mig að skýra með vatni sagði mér: Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann sonur Guðs. Daginn eftir var Jóhannes þar afturstaddur og 2 lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir: Sjá, Guðs lamb. There is the Lamb of God. Lærisveinar hans 2 heyrðu orð hans og fóru á eftir Jesú. Jesú sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá: Hvers leitið þið? Þeir svara: Rabbi, hvar dvelst þú? En rabbi þýðir meistari. Hann segir: Komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegi. Annar þessara 2 sem heyrðu orð Jóhannesar og fóru á eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann: Við höfum fundið Messías. En Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesús horfði á hann og sagði: Þú ert Símon Jóhannesson. Þú skalt heita Kefas. En Kefas, Pétur, þýðir klett. Your name is Simon, son of John. But you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. Næsta dag hugðist Jesús fara til Galileu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann: Fylg þú mér. He found Philip and said to him, Filippus var frá Betsaídu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann: Við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu og einnig spámennirnir, Jesú frá Nasaret, son Jósefs. Natanael sagði: Getur nokkuð gott komið frá Nasaret?
Fílipus svaraði, kom þú og sjá. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann, hér sannur Ísraelíti sem engin svik í. Natanael spyr, hvaðan þekkir þú mig? Jesús svarar, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Fílipus kallaði á þig. Þá segir Natanael, Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísrael. Jesús spyr hann, trúir þú að því ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þess meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég yður, þér munuð sjá himininn opinn og engla Guðs stíga upp og stíga niður. Jóhannesar Guðspjall 2. kafli. Á 3. degi var brúðkaup í Kana í Galileu. Móðir Jesú var þar. Jesú var boðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En vín þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafa ekki vín. Jesú svarar, hvað viltu mér, kona? Minn tími ekki enn kominn. Móðir hann sagði þá við þjónana, allt það sem hann segir ykkur, það skul ég gera. Nú voru þar 6 vatnsker úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá, fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barmum. Síðan segir hann, ausu nú af og færið veislustjóra. Þeir gerðu svo. Veislustjóri bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvaðan það var, en þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðgumann og sagði, allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan lakara, menn gerast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gerði Jesús í Kana í Galileu og opinberaði dýrð sína
og lærisveinar hans trúðu á hann. Eftir þetta fór hann ofan til Kapernaum ásamt móður sinni, bræðrum og lærisveinum. Þar voru þau nokkra daga. Nú fóru páskargyðingu hönd og Jesús hélt upp til Jerúsalem. Þar sá hann í helgidóminum. Þá seldu naut, sauði og dúfur og víxlarana sem sátu þar. Þá gerði hann sér svipur úr köðlum og rak alla út úr helgidóminum, líka sauðina og nautin. Hann steypti niður peningum víxlaranna og hratt borðum þeirra. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. Og við dúfnasalana sagði hann, burt með þetta héðan, gerið ekki hús föður míns að sölubúð. Stop making my father's house a marketplace! Lærisveinum hans kom í hug að rita þér, vandlæting vegna húss þíns mun tæra mig upp. Ráðamenn gyðinga sögðu þó við hann, hvaða tákn getur sýnt okkur það að þú megir gera þetta? Jesús svaraði þeim, brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá sögðu þeir, þetta musteri hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. En Jesús var að tala musteri líkama síns. Þegar hann var risinn upp frá dauðum, minntust lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta og þeir trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hafði talað. Meðan hann var í Jerúsalem á páskaháttíðinni fóru margir að trúa á hann, því þeir sáu þau tákn sem hann gerði. En Jesús gaf þeim ekki trúnað sinn því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki að neitt bæri öðrum manni vitni. Hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Jóhannesar Guðspjall, 3. kafli. Maður hét Nikodémus af flokki farisea og átti sæti í öldungaráði gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodémus segir við hann, hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðinn gamall? Skyldi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er manns barn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðs barn. Undrast eigi að ég segi við þig,
ykkur ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrið þyt hans, samt veist ekki hvaðan hann kemur, né hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Þá spurði Nikodémus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist þetta ekki. Sannlega, sannlega segi ég þér, við tölum það sem við þekkjum og vitnum það sem við höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisburði vorum. Ef þér trúið eigi þegar ég ræði við yður jarðnesk efni, hvernig skildu þér þá trúa? Ég ræði við yður hinn himnesku. Enginn hefur stigið upp til himins nema sá steig niður frá himni, mannssonurinn. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. En þessi dómurinn, ljósið komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið, því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gerir hata ljósið og kemur ekki til ljósins, svo að verk hans verði ekki uppvíst. En sá sem iðkar sannleikan kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans í Guði gerð. Eftir þetta fóru Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka skýra í Ænon, nálægt Salím, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Þá var ekki enn búið að varpa Jóhannes í fangelsi. Nú var deila hreinsun milli lærisveina Jóhannesar og gyðings eins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann, Rabbi, sá sem var hjá þér handan Jórdanar og þú barst vitni hann að skýra og allir koma til hans. Jóhannes svaraði þeim, enginn getur tekið neitt nema Guð gefa honum það. Þið getið sjálfur vitnað að ég sagði, ég ekki Kristur, heldur ég sendur á undan honum. Sá brúðguminn sem á brúðina, en vinur brúðgumans sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðst mjög við rödd hans. Þessi gleði nú mín að fullu. Hann á að vaxa, en ég á að minnka. Sá sem kemur að ofan yfir öllum. Sá sem á jörðu, hann á jörðu og talar eins og menn. Sá sem kemur að himni yfir öllum og vitnar það sem hann hefur séð og heyrt, og enginn tekur á móti vitnisburði hans. En sá sem hefur tekið á móti vitnisburði hans hefur staðfest að Guð sé sannorður. Sá sem Guð sendi talar Guðs orð, því ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elskar soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðnar syninum mun ekki öðlast líf, heldur varir reiði Guðs yfir honum. Jóhannesar Guðspjall, 4. kafli. Farísear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús var þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galileu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu Síkar heitir, nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur.
Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin. Þetta var hádegisbil. Samverskona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka, samverska konu? En gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndirðu biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra, þú hefur enga skjóla að ausa með og brunnurinn er djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob, forfaðir okkar, sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fénaður? Jesús svaraði, hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu sem ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn, gef mér þetta vatn, svo að mér þyrst ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana, farðu, kallaðu á mannin þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það, að þú eigir engan mann, því þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðirðu satt. Konan segir við hann, drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli, en þið segið að í Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana, trúð þú mér kona, sú stund kemur að þið munu hvorki tilbeðja föðurinn á þessu fjalli né í Jerúsalem. Þið tilbeðið það sem þið þekkið ekki, við tilbeðjum það sem við þekkjum, því hjálpræði kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já hún er nú komin, að henni sönnu tilbiðjendur munu tilbiðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbiðjenda. Guð er andi og þeir sem tilbiðjan eiga að tilbiðja í anda og sannleika. Kona segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngera okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þið tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuðu sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu eða hvað ertu að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur. Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram, báðu lærisveinarnir hann, Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim, ég hef mat að eta sem þið vitið ekki um. Þá sagði lærisveinarnir sín á milli, skildi einhver hafa fært honum að eta. Jesús sagði við þá, minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segið þið ekki, enn eru 4 mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru full þroskaði til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Þá getur sá sem sáir samfagnar þeim sem uppsker. Hér sannast orðtækið, einn sáir og annar uppsker. Ég sendi ykkur að skera upp það sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað en þið njótið erfiðis þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafi gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báðu þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þar kyrrt í 2 daga og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það er ekki lengur sakir orða þinna að við trúum því
að við höfum sjálfur heyrt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór Jesús þaðan til Galileu, en sjálfur hafði hann sagt að spámaður væri ekki metinn í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galileu, tóku Galileumenn honum vel. Þeir höfðu sjálfur sótt hátíðin í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galileu, þar sem hann hafði gert vatn af víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. A government official was there whose son was sick in Capernaum. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galileu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn, en hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann: Þið trúið ekki nema þið sjáið tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann: Drottinn, kom þú áður en barnið mitt andast. Jesús svaraði: Far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mætti honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta og þeir svöruðu: Í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann: Sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heimafólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galileu. Jóhannesar Guðspjall, 5. kafli. Þessu næst var ein af hátíðum gyðinga og Jesús fór upp til Jerúsalem. Við sauðarhliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Betesda. Þar eru 5 súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haldra og lamaðra, sem biðu hræringar og vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins var heill, hvaða sjúkdómur sem þjáðan. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segi við manninn: Viltu verða heill? Hinn sjúki svaraði honum: Herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatnið hrærist og meðan ég er á leiðinni fer annar ofan í og undan mér. Jesús segir við hann: Stattu upp, tak rekkju þína og gakk.
Jafnskjótt var maðurinn heill, the man got tók well. rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldadagur. He picked up his mat and started walking. Og menn sögðu við hinn læknaða: Í dag er hvíldadagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. And it is against our law for you to carry your mat. Hann svaraði þeim: Sá sem læknaði mig, sagði við mig, taka rekkju þína og gakk. Þeir spurðu hann: Hver er sá maður sem sagði þér, taka hana og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús hafði leynst brott, enda var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann: Nú ert þú orðinn heill, syndga ekki framar, svo eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði ráðamönnum gyðinga að Jesús væri sá sem læknaði hann. Nú tóku þeir að ofsækja Jesú fyrir það að hann gerði þetta á hvíldadegi. En hann svaraði þeim: Faðir minn starfar til þessara stundar og ég starfa einnig. And I too must work. Nú sóttu þeir enn fastar að taka hann af lífi þar sem hann braut ekki aðeins hvíldadagshelgina, heldur kallaði líka Guð sinn eigin föður og gerði sjálfan sig þannig Guði jafnan. Þessu svaraði Jesús og sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður, ekkert getur sonurinn gert af sjálfum sér. Hann gerir það eitt sem hann sér föðurinn gera, því hvað sem hann gerir, gerir sonurinn einnig. Faðirinn elskar soninn og sýnir honum allt sem hann gerir sjálfur. Hann mun sýna honum meiri verk en þessi, svo þér verður furðulostnir. Eins og faðirinn vekur upp dauða og lífgar, þannig lífgar sonurinn þá sem hann vill. Enda dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið síninum allt dómsvald, svo allir heiðri soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendan. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega segi ég yður, sú stund kemur og er þegar komin að hinir dauðu munu heyra raust Guðs sonarins og þeir sem heyra munu lifa. Eins og faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann og veitt syninum að hafa líf í sjálfum sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm, því að hann er mannssonur. Undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem hafa gert til góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem dríkt hafa hið illa munu rísa upp til dómsins. Ég megna eigi að gera neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri og dómur minn er réttvís, því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Ef ég vitna sjálfur mig, er vitnisburður minn ekki gildur. Annar er sá sem vitnar mig og ég veit að sá vitnisburður sem hann ber mér er sannur. Þér hafi sendið Jóhannesar, hann bar sannleikanum vitni. Ekki þarf ég vitnisburð manns, en ég segi þetta til þess að þér megið frelsast. Hann var logandi og skínandi lampi. Þér vilduð stund gleðjast við ljós hans.
Ég hef þann vitnisburð sem meiri en Jóhannesar, því verkin sem faðir minn fékk mér að fullna, verkin sem ég vinn, bera mér það vitni að faðirinn hefur sendt mig. Faðirinn sem sendi mig hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafði aldrei heyrt rödd hans, né séð ásýnd hans, og orð hans býr ekki í yður, því að þið trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakir ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Ég þykka ekki heiður af mönnum, en ég þekki yður. Ég veit að þér hafið ekki í yður kærleika til Guðs. Ég er komin í nafni föður míns og þér takið ekki við mér. Ef annar kæmi í sínu eigin nafni, tækið þér við honum. Hvernig getið þið trúað þegar þið þykki heiður hver af öðrum, en leitið ekki þess heiður sem er frá einum Guði? Ætlið eigi að ég muni ákæriður fyrir föðurnum. Sá sem ákæriður er Móse, og á hann vonið þér. Ef þér tryðu Móse, myndið þér líka trúa mér, því að mig hefur hann ritað. Fyrst þið trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þér þá trúað orðum mínum? Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli. Eftir þetta fór Jesús yfir Galíleu vatn eða Tíberías vatn. Mikill fjöldi manna fylgdi honum, því þeir sáu þau tákn hann gerði á sjúku fólk. Þá fór Jesús upp á fjallið og settist hann niður með lærisveinum sínum. Þetta var laust fyrir páskahátíð gyðinga. Jesús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus: hvar eigum við að kaupa brauð svo þessi menn fái mat? En þetta sagði hann til að reyna hann, því hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svaraði honum: brauð fyrir 200 denara nægðu þeim ekki, svo að hver fengi lítið eitt. Annar lærisveinn hans, Andrés, bróðir Símona Péturs, segir þá við hann: hér er piltur sem er með 5 bygg brauð og 2 fiska. En hvað er það handa svo mörgum? Jesús sagði: látið fólki setjast niður. Þarna var gras mikið, menn settast nú niður, 5.000 karlmenn að tölu. Nú tók Jesús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu, og eins af fiskunum, svo mikið sem þau vildu. And distributed to the people who were sitting there.
he did the same with the fish. And they all had as much as they wanted. Þegar fólki var orðið mett, segir Jesús við lærisveina sína, safnið saman leifunum svo ekkert spillist. Þeir söfnuðu þeim saman og fylltu 12 körfur með leifum byggbrauðana 5 sem afgengu hjá þeim sem neitt höfðu. Þegar menn sáu táknið sem hann gerði, sögðu þeir, þessi maður er sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi til að gera hann að konungi og vék því aftur upp til fjallsins einn síns liðs. Þegar kvöld var komið fóru lærisveina Jesú niður á vatninu, stigu út í bát og lögðu af stað yfir vatnið til Kapernaum. Myrkur var skollið á og Jesús var ekki enn kominn til þeirra. Vind gerði hvassan og tók vatnið að æsast. Þegar þeir höfðu róið hér 25 eða 30 skeiðrúm, sáu þeir Jesú gangandi á vatninu og nálgast bátinn. Þeir urðu hrædd. Coming near the boat, and they were terrified. En hann sagði við þá, að ég óttist It is eigi. I. Þeir vildu þá taka hann í bátinn, en í sömu svifum rann báturinn að landi þar sem þeir ætluðu að lenda. And immediately the boat reached land at the place they were heading for. Daginn eftir sá fólki sem eftir var handan vatnsins að þar hafði ekki verið nema eitt bátur og að Jesús hafði ekki stigið í bátinn með lærisveinu sínum, heldur höfðu þeir farið burt einir saman. Aðrir bátar komu frá Tíberías í nánd við staðinn þar sem drottin hafði gert þakkir og fólkið etið brauðið. Nú sá menn að Jesús var ekki þarna, fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernaum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum megin við vatnið og spurðu hann, Rabbi, nær komstu hingað? Jesús svaraði þeim, sannlega, sannlega segi ég yður, þér leituð mín ekki af því þér sáu tákn, heldur af því þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Aflið yður eigið þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs og mannssonurinn mun gefiður. Því faðirinn sjálfur Guð hefur veitt honum vald sitt. Þá sögðu við hann, hvað hefum við að gera svo við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, það er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Þeir spurðu hann þá, hvaða tákn getur þú sýnt okkur svo við trúum? Hvað afrekar þú? Feður okkar átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er, brauð af himni gaf hann þeim að éta. Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega segi ég yður,
Móse gaf yður ekki brauðið af himni, heldur gefur faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Og sögðu við hann, Drottinn, gef okkur ætíð þetta brauð. Jesús sagði þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En ég hef sagt við yður, þér hafi séð mig og trúið þó ekki. Allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. Ég er stiginn niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess er sendi mig. En sá er viljið þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá er viljið föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Nú kom upp kurr meðal gyðinga út af því að hann sagði, ég er brauðið sem niðursteig af himni. Og menn sögðu, er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stiginn niður af himni? Jesús svaraði þeim, verið ekki með kurr yðar á meðal. Enginn getur komið til mín nema Faðirinn sem sendi mig, laði hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámennunum er skrifað, Guð mun kenna þeim öllum. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum, kemur til mín. Ekki er það svo að nokkur hafi séð föðurinn. Sá einn sem er frá Guði hefur séð föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Feður ykkar áttu manna í eyðimörkinni en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niðurstígur af himni. Sá sem etur af því deyr ekki. Ég er í lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Nú deildu gyðingar hver við annan og sögðu, hvernig getur þessi maður gefið okkur líkama sinn að eta? Þá sagði Jesús við þá, sannlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóðans, þá er ekki líf í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisa hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi Faðir sendi mig og veitir mér líf, svo mun ég láta þann lifa sem mig etur. Þetta er það brauð sem niðursteig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feðurnir átu, enda dóu þeir. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundinni í Kapernaum. Margir af lærisveinum hans er áhlýttir sögðu, þung er þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfum sér að kurr var með lærisveinum hans út af þessu og sagði við þá, hneyksla þetta yður, en ef þér sæjuð mannssoninn stíga uppfangað sem hann áður var. Það er andinn sem lífgar,
Maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til í þar, þau eru andi og þau eru líf. En hér á meðal eru nokkrir sem ekki trúa. Jesús vissi frá upphafi hverjir þeir voru sem trúðu ekki og hver sá var sem myndi svíkja hann. Og hann bætti við: vegna þess sagði ég við yður, enginn getur komið til mín nema faðirinn veit honum það. Upp úr þessu hurfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Þá sagði Jesús við þá 12: ætlið þið að fara líka? Símon Pétur svaraði honum: Drottinn, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Jesús svaraði þeim: hef ég eigi sjálfur útvalið ykkur 12, þó er einn ykkar djöfull. En hann átti við Júdas, son Símonar Ískarjóts, sem var til að svíkja hann, einn þeirra 12. Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli. Eftir þetta fór Jesús Galíleu. Hann vildi ekki fara Júdeu, sökum þess að ráðamenn gyðinga þar sátu líf hans. Nú fór laufskálahátíð gyðinga í hönd. Þá sögðu bræður Jesú við hann: flyt þig héðan og farðu til Júdeu, til þess að lærisveinar þínir sjáu líka þau verk sem þú gerir. Sá sem vill verða alkunnur starfar ekki leinum. Fyrst þú vinnur slík verk, þá opinbera sjálfan þig heiminum. Því jafnvel bræður hans trúðu ekki á hann. Jesús sagði við þá: minn tími er enn ekki kominn, en ykkur hentar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað ykkur. Mig hatar hann, af ég vitna að verk hans séu vond. Þið skulu fara upp eftir á hátíðina. Ég fer ekki til þessar hátíðar, því minn tími er enn ekki kominn. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í Galíleu. Þegar bræður Jesú voru farnir upp eftir til hátíðarinnar, fór hann samt líka upp eftir. Ekki svo menn vissu, heldur nánast á laun. Gyðingar voru að leita að honum á hátíðinni og spurðu hvað hann væri. Mann á meðal var margt hann talað. Sumir sögðu: hann er góður. En aðrir sögðu: nei, hann leiðir fjöldan í villu. Þó talaði engin opinskátt hann af ótta við yfirvöldin. Hátíðin var þegar hálfnuð, fór Jesús upp í helgidóminn og tók að kenna. Menn urðu undrandi og sögðu: hvernig getur þessi maður verið svona lærður? Hann hefur ekki notið fræðslu. Jesús svaraði þeim: kenning mín er ekki mín, heldur hans sendi mig. Sá sem vill gera vilja hans mun komast á raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs, en sá sem leitar heiðurs þess sendi hann sannorður, og í honum er ekkert ranglæti. Gaf Móse yður ekki lögmálið? Samt heldur enginn yðar lögmálið. Hví sitjið þér líf mitt? Fólkið ansaði: þú ert haldinn illum anda. Hver situr líf þitt? Jesús svaraði því: eitt verk gerði ég, og þér undrist það öll. Móse gaf yður umskurnina, sem að vísu ekki frá honum, heldur feðrunum, og þér umskerið syniðar jafnvel á hvíldardegi. Fyrst drengur er umskorinn á hvíldardegi, til þess að lögmál Móse verði ekki brotið. Hví reiðist þér mér að ég gerði mannin allan heilan á hvíldardegi? Dæmið ekki eftir útliti, dæmið réttlátan dóm. Þá sögðu nokkrir Jerúsalembúar: er þetta ekki sá sem þeir sitja að lífláta? Og nú er hann að tala á almannafæri og þeir segja ekkert við hann. Skyldu nú höfðingjarnir hafa komist á raunum að hann sé Kristur? Nei, við vitum hvaðan þessi maður er. Þegar Kristur kemur veit enginn hvaðan hann er.
Jesús var að kenna í helgidóminum og nú kallaði hann: Bæði þekkiði mig og vitið hvaðan ég er. Þó er ég ekki komin á eigin vegum, en sá er sannur sem sendi mig og hann þekkiði ekki. Ég þekki hann því ég er frá honum og hann sendi mig. Then they tried to seize him. Nú ætluðu þeir að grípa hann, en enginn lagði hendur á hann, því stund hans var ekki enn komin. En af alþýðum manna tóku margir að trúa á hann og sögðu: Mun Kristur gera fleiri tákn þegar hann kemur en þessi maður hefur gert. Farísear heyrðu að fólk var að skrafa þetta hann og æðstu prestar og farísear sendu þjóna að taka hann höndum. Þá sagði Jesús: Enn verð ég hjá ykkur skamma stund og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þið munu leita mín og eigi finna. Þið getið ekki komist þangað sem ég er. Þá sagði menn sín á milli: Hvert skyldi hann ætla að fara? Svo við finnum hann ekki. Hann ætlar þó ekki að fara til gyðinga sem dreifðir eru meðal Grikkja og kenna Grikkjum. Hvað var hann að segja? Þið munu leita mín og eigi finna og þið getið ekki komist þangað sem ég er. Síðasta daginn, hátíðadaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði: Ef nokkurt þyrstir, þá kom hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vatns, eins og ritningin segir. Þarna átt hann við andan ef þau skildu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andinn ekki gefinn þar að Jesús var ekki enn dýrlegur orðinn. Þá sagði nokkur á mannfjöldanum sem hlýddi á þessi orð: Þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu: Hann er Kristur. En sumir sögðu: Mundi Kristur þá koma frá Galíleu? Hefur ekki ritningin sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpinu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á hann. Nokkrir þeirra vildu grípa hann, en þó lagði engin hendur á hann. Nú komu þjónarnir til æðstu prestana og faríseana sem sögðu við þá: Hvers vegna komið ekki með hann? Þjónarnir svöruðu: Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þá sögðu farísearnir: Létu þið þá einnig leiðast af þeirra? Ætli nokkur af höfðingjónum hafi farið að trúa á hann, eða þá af faríseum? Þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Nikodémus, sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim, segir við þá: Mundi lögmál okkar dæma mann nema hann sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst? Þeir svöruðu honum: Ert þú líka frá Galíleu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galíleu. Nú fór hver heim til sín. Jóhannesar Guðspjall, 8. kafli. En Jesús fór til Olíufjallsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allt fólki kom til hans, en hann settist og tók að kenna því. Farísear og fræðimenn koma með konu staðna að hórdómi. Létu hana standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jesú: Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. Móse bauð okkur í lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú?
Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo þeir hefði eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. As they stood there asking him questions, he straightened up. Og þegar þeir heldu áfram að spyrja hann, rétt hann sig upp og sagði við þá: Sá ykkar sem syndlaus kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir hyrðu þetta, fóruð þeir burt, einn af öðrum. Öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? Hann rétti sig upp og sagði við hana: Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldið enginn þig. En hún sagði: Enginn drottinn. Jesús mælti: Ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú, synga ekki framar. But do not sin again. Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farisea við hann: Þú vitnar sjálfan þig. Vitnisburður þinn er ekki gildur. Jesús svaraði þeim: Enda þótt ég vitna sjálfa mig, er vitnisburður minn gildur. Því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer. En þér vitið ekki hvaðan ég kem, né hvert ég fer. Þér dæmið að hætti manna, ég dæmi engan. En ef ég dæmi, er dómur minn réttur, því ég er ekki einn. Með mér er Faðirinn sem sendi mig. Og í lögmáli yðar er ritað að vitnisburður tveggja manna sé gildur. Ég er sá sem vitnaði sjálfan mig, og Faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Þeir sögðu við hann: Hvar er Faðir þinn? Jesús svaraði: Hvorki þekkið þér mig, né föður minn. Ef þér þekktu mig, þá þekktu þér líka föður minn. Þessi orð mælti Jesús hjá fjárhirslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann, því stundans var enn ekki komin. En sagði Jesús við þá: Ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar. Þangað sem ég fer, getið þér ekki komist. Nú sagði fólkið: Mun hann ætla fyrirfara sér, fyrst hann segir: Þangað sem ég fer, getið þér ekki komist. En hann sagði við það: Þér eru neðanað, ég er ofanað. Þér eru að þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér myndu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Fólki spurði hann þá: Hver ert þú? Jesús svaraði því: Sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Margt hef ég yður að tala og fyrir margt að dæma. En sá sem sendi mig er sannorður, og það sem ég heyrði hjá honum, það tala ég til heimsins. Fólki skildi ekki að hann var að tala við þá föðurinn. Því sagði Jesús: Þegar þér hefjið upp mannssonin, munu þér skilja að ég er sá sem ég er,
og að ég geri ekkert einn og sér, heldur tala ég það eitt sem Faðirinn hefur kennt mér. Og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan, því ég geri ætíð það sem honum þóknast. Þegar hann mælti þetta, fóru margir að trúa á hann. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið hafðu trú á hann: Ef ég farið eftir því sem ég segi, eru þér sannir lærisveina mínir og munu þekkja sannleikan, og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Fólki svaraði honum: Við erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú þá sagt, þið munu verða frjálsir? Jesús svaraði þeim: Sannlega, sannlega segi ég yður, hver sem drýgir synd er þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki aldur á heimilinu, sonurinn dvelst þar aldur og ævi. Ef sonurinn frelsar yður, munu þér sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams. Þó leitist þér við að lífláta mig, því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum, og þér gerið það sem þér hafið heyrt hjá föður yðar. Menn svöruðu honum: Faðir okkar er Abraham. Jesús svaraði þeim: Ef þér væru niðjar Abrahams, myndu þér vinna verk Abrahams. En nú leitist þér við að lífláta mig, mann sem hefur sagt þér sannleikann, sem ég heyrði frá Guði. Slíkt gerði Abraham aldrei. Þér vinni verk föður yðar. Menn sögðu við hann: Við erum ekki hórgætnir. Einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði: Ef Guð væri faðir yðar, myndu þér elska mig, því að frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki hef ég sendt mig sjálfur, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt, að því þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulinn af föður og viljið gera það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því að hann er lygari og lyginnar faðir. En að því ég segi sannleikan, trúiði mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúiði mér ekki? Sá sem er af Guði heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki, vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Þeir svöruðu honum: Er það ekki rétt sem við segjum, að þú sért samverji og hafir illan anda? Jesús ansaði: Ekki hef ég illan anda, ég heiðra föður minn. En þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðurs. Sá er til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem varðveiti mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu við hann: Nú vitum við að þú hefur illan anda. Abraham dó og spámennirnir, og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja. Ert þú meiri en faðir okkar Abraham? Hann dó og spámennirnir dóu. Hver þykist þú vera? Jesús svaraði: Ef ég vexa með sjálfum mig, er veksend mín engin. Faðir minn er sá sem vexa með mig, hann sem þér segir vera Guð yfir, og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segist ekki þekkja hann, væri ég lygari eins og þér, en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn, og hann sá hann og gladdist. Þá sögðu þeir við hann: Þú ert ekki enn orðinn 50 og hefur séð Abraham.
Jesús svaraði: Sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist ég. Þá tóku menn upp steina til að grýta Jesú. Jóhannesar Guðspjall, 9. kafli. Á leið sinni sá Jesús mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu: Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði: Hvorki það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Okkur ber að vinna verk þess sendi mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. I am the light for the world. Að svo mæltu skyrti hann á jörðina, gerði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á auga. Og sagði við hann: Farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam. Sílóam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom aftur sjáandi. So the man went, washed his face, and came back, seeing. Nágrannar hans og þeir sem hefðu áður séðan ölmusumann sögðu þá: þetta ekki sá setið hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sögðu: sá maðurinn. En aðrir sögðu: nei, en líkur hann honum. Sjálfur sagði hann: ég sá. Þá sögðu þeir við hann: hvernig fékkst þú sjónina? Hann svaraði: maður að nafni Jesús gerði leðju og smurði á augum mín og sagði mér að fara til Sílóam þegar ég var búin að þvo mér. Þeir sögðu við hann: hvar hann? Hann svaraði: það veit ég ekki. Þeir fara til farisæana með mannin sem áður var blindur. En þá var hvíldardagur þegar Jesús bjó til leðjuna og opnaði augu hans. Farisæarnir spurðu hann nú líka hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim: hann lagði leðju á augum mín. Ég þvoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir farisæar: þessi maður ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Aðrir sögðu: hvernig getur syndugur maður gert þvílíkt tákn? Og ágreiningur var með þeim. Þá segja þeir aftur við þeim blinda: hvað segir þú hann, fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði: hann spámaður. Farisæarnir trúðu því ekki að hann hefði verið blindur og fengið sjón fyrir þeim kölluð á foreldrans og spurðu þá: þetta sonur ykkar sem þið segið að hafi fæðist blindur? Hvernig hann þá orðinn sjáandi? Foreldrar hans svöruðu: við vitum að þessi maður sonur okkar og að hann fæddist blindur. En við vitum hvorki
hvernig hann nú orðin sjáandi, né hver læknað hann. Spyrjið hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þetta sögðu foreldrar hans af ótta við ráðamenn gyðinga, því að þeir höfðu þegar samþykkt að sá skyldi samkundurækur sem játaði að Jesús væri Kristur. Vegna þessa sögðu foreldrar hans, hann hefur aldur til, spyrjið hann sjálfan. Nú kölluðu þeir í annað sinn á mannin sem blindur hafi verið og sögðu við hann, gef þú Guði dýrðina, við vitum að þessi maður er syndari. Hann svaraði, ekki veit ég hvort hann er syndari, en eitt veit ég, að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þá sögðu þeir við hann, hvað gerði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svaraði þeim, ég er búinn að segja ykkur það og þið hlustuðu ekki á það. Hví viljið þið heyra það aftur? Viljið þið líka verða lærisveinar hans? Þeir athyrtu hann og sögðu, þú ert lærisvein hans, við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse, en við vitum ekki hvaðan þessi maður er. Maðurinn svaraði þeim, þetta er furðulegt að þið vitið ekki hvaðan hann er og þó opnaði hann augu mín. Við vitum að Guð heyrir ekki bænir syndara. Hann bænheyrir hvern þann sem er guðrækinn og fer að Guðs vilja. Frá aldaöðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi gert þann sjáandi sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gert. Þeir svöruðu honum, þú ert syndum vafinn frá fæðingu og ætlar að kenna okkur, og þeir ráku hann út. Jesús heyrði að þeir hefur rekið hann út. Hann fann hann og sagði við hann, trúir þú á mannssonin? Hinn svaraði, Herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Jesús sagði við hann, þú hefur séð hann. Hann er sá sem er nú að tala við þig. En hann sagði, ég trúi Drottinn, og féll fram fyrir honum. Jesús sagði, til dóms er ég komin í þennan heim til þess að blindir sjái og sjáandi verði blindir. Þetta heyrðu þeir farisear sem með honum voru og spurðu, erum við þá líka blindir? Jesús sagði við þá, ef þið væri blindir, væri þið án sakar, en nú segist þið vera sjáandi, því varir sök ykkar. Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annar staðar, hann er þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar er hirðir sauðana. Dyravörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra röst hans, og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því þeir þekkja röst hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum, því þeir þekkja ekki röst ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jesús þeim, en menn skildu ekki hvað það þýddi sem hann var að tala við þá. Því sagði Jesús aftur, sannlega, sannlega segi ég yður, ég er dyr sauðana. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningjar, en það hlýddu sauðirnir þeim ekki. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast, og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fyllstu gnægð. Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Sá sem er leigður og hvorki er hirðir né á sauðina, hann flýr og yfirgefur sauðina þegar hann sér úlfinn koma og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim.
Enda gætir hann sauðana aðeins fyrir borgun og er ekkert annt um það. Ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Faðirinn elskar mig af því ég legg líf mitt í sölurnar til þess ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér. Ég legg það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Þetta hefur faðir minn boðið mér. Þessi orð urðu til þess að aftur kom upp ágreiningur með mönnum Jesú. Margir sögðu, hann hefur illan anda og er genginn af vitinu. Hvað eru þið að hlusta á hann? Aðrir sögðu, þessi orð mælir enginn sá sem hefur illan anda. Mundi illur andi geta gefið blindum sýn? Nú var vígsluhátíðin í Jerúsalem og komin vetur. Jesús gekk í súlnagöngum Salómons í helgidóminum. Þá söfnuðust menn hann og sögðu, hve lengi lætur þú okkur í óvissu? Ef þú ert Kristur, þá segðu okkur það berum orðum. Jesús svaraði þeim, ég hef sagt ykkur það, en þér trúið ekki. Verkin sem ég geri í nafni föður míns vitna mig, en þér trúið ekki, því að þér eruð ekki úr hópi sauða minna. Mínir sauðir heyra röst mína, og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf, og þeir skuli aldrei að eilífu glatast, og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir, og enginn getur slítið þá úr hendi föðurins. Ég og faðirinn erum eitt. Menn tóku aftur upp steina til að grípa hann. Jesús mælti, ég hef sýnt þér mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka viljið þér gríta mig? Þeir svöruðu honum, við grítum þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast. Þú gerir sjálfan þig að guði, þótt þú sért aðeins maður. Jesús svaraði þeim, er ekki skrifað í lögmáli yðar, ég hef sagt, þér eru guðir, og ritningin verður ekki felld úr gildi. Ef lögmálið nefnir þá guði sem Guðs orð kom til, segið þér þá við mig, sem faðirinn helgaði og sendi í heiminn, að ég guðlasti af því ég sagði, ég er sonur Guðs. Ef ég vinn ekki verk föður míns, skulu þér ekki trúa mér. En ef ég vinn þau, þá trúið verkunum, þótt þér trúið mér ekki, svo að þér skiljið og vitið að faðirinn er í mér og ég í föðurnum. Nú reyndu þeir aftur að grípa hann, en hann gekk úr greipum þeirra. Jesús fór aftur burt yfir Jórdan, þangað sem Jóhannes hafði fyrrum verið að skýra og var þar kyrrt. Margir komu til hans og sögðu, víst gerði Jóhannes ekkert tákn, en allt er það satt sem hann sagði þennan mann. Og þarna tóku margir trú á hann. Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli. Maður sá var sjúkur Lasarus hét, frá Betaníu, þorpi Maríu og Mörtu systur hennar. En María var sú smurði drottinn smyrslum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar, Lasarus, var sjúkur.
Nú gerðu systurnar Jesú orðsending. Drottinn, sá sem þú elskar er sjúkur. Þegar hann heyrði það, mælti hann: Þessi sótt er ekki banvæn, heldur Guði til dýrðar, til þess að Guðs sonur vegsamist hennar vegna. Jesús elskaði þau, Mörtu og systur hennar og Lasarus. Þegar hann frétti að hann væri veikur, var hann samt kyrrt á sama stað í 2 daga. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveina sína: Förum aftur til Júdeu. Lærisveinarnir sögðu við hann: Rabbi, nýlega voru menn þar að því komnir að grýta þig, og ætlar þú þangað aftur? Jesús svaraði: Eru ekki stundir dagsins 12? Sá sem gengur að degi hrasar ekki, því hann sé ljós þessa heims. En sá sem gengur að nóttu hrasar, því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá: Lasarus, vinur okkar, er sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans: Drottinn, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn, og ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þið skulu trúa, en förum nú til hans. Tómas, sem nefndist Tvíburi, sagði þá við hina lærisveinana: Við skulum fara líka til að deyja með honum. Þegar Jesús kom, varð hann þess vís að Lasarus hafði verið 4 daga í gröfinni. Betania var nálægt Jerúsalem, hér bil 15 skeiðrúm þaðan. Margir gyðingar voru komni til Mörtu og Maríu til að hugga þær eftir bróðumissinn. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma, fór hún á móti honum, en María satt heima. Marta sagði þá við Jesú: Drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróði minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisinu á efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Hún segir við hann: Já, Drottinn, ég trúi að þú sért Kristur, Guðs sonur, sem koma skal í heiminn. Að svo mæltu fór hún, kallaði Maríu systur sína og sagði í hljóði: Meistarinn er hér og vill finna þig. Þegar María heyrði þetta, reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jesús var ekki enn kominn til þorpsins, heldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hafði mætt honum. Fólkið sem var heima hjá Maríu að hugga hana sá að hún stóð upp í skyndi og gekk út og fór þá eftir henni. Það hugði að hún hefði farið til grafarinnar að gráta þar. Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. María kom þangað sem Jesús var, og hún sá hann, féll hún honum til fótar og sagði við hann: Drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. My brother would not have died. Jesus saw her weeping. Þegar Jesús sá hana gráta og þau gráta sem með henni komi, komst hann við, His heart was touched. var djúpt hrærður. Og sagði: Hvar hafið þið lagt hann? Þau sögðu: Drottinn, kom þú.
Já, þá grét Jesús. Þau sögðu, sjá hversu hann hefur elskað hann. En nokkri sögðu, gat ekki sá maður sem opnaði augu hins blinda, einnig varna því að þessi maður dæi. Jesús varð aftur mjög djúpt hrægður og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steinn fyrir. Jesús segir, takið steininn frá. Marta, systir hins dána, segir við hann, Drottinn, það er komið nálykt af honum. Það er komið á 4. dag. Jesús segir við hana, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs. They took the stone away. Nú var steinninn tekinn frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti, Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Jesus looked up. I thank you, Father, that you listen to me. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis til þess að fólki trúi að þú hafi sendt mig. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu, Lazarus, kom út. Lazarus! Come out! He came out. Hinn dáni kom út, vafinn lík blæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundinn andlitið. Cloth round it. Jesús segir við fólkið, leysið hann og látið hann fara. Untie him and let him go. Many Margir gyðingar sem komni voru til Maríu og sáu það sem Jesús gerði, tóku nú að trúa á hann. En nokkrir þeirra fóru til farisea og sögðu þeim hvað hann hafi gert. Æðstu prestarnir og farisearnir kölluðu þá saman ráðið og sögðu, hvað eigum við að gera? Þessi maður gerir mörg tákn. Ef við leifum honum að halda svo áfram, munu allir trúa á hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidóm okkar og þjóð. En einn þeirra, Kaífas, sem það ár var æðsti prestur, sagði við þá, þið vitið ekkert og hugsið ekkert það, að ykkur er betra að einn maður deyi fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Hann tók þetta ekki upp hjá sjálfum sér, en þar sem hann var æðsti prestur það ár, gat hann mælt að spámannlegri andagift að Jesús myndi deyja fyrir þjóðina og ekki fyrir þjóðina eina, heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann af lífi. Jesús gekk því ekki lengur á almannafæri í Júdeu, heldur fór hann þaðan til staðar í grennd við eyðimörkina, í þorp sem heitir Efraím, og þar dvaldist hann með lærisveinu sínum. Nú nálguðust páskar gyðinga og menn komu hvaðanæva upp í Jerúsalem fyrir páskana til að hreinsa sig. Menn leituðu að Jesú og sögðu sín á milli í helgidóminum. Hvað haldið þið? Skyldi hann ekki koma til hátíðarinnar? En æðstu prestar og farisear höfðu gefið út skipun það að ef nokkur vissi hvar hann væri, skyldi hann segja til svo að þeir gætu tekið hann. Jóhannesar Guðspjall, 12. kafli. 6 dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu, þar sem Lazarus var, sá hann vakti frá dauðum.
Þar voru hann búinn kvöldverður og Marta gekk beina. En Lasarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardusmyrslum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana. Segir þá Júdas Ískariot, einn lærisveina hans, sá myndi svíkja hann. Hví voru þessi smyrsl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum? Ekki sagði hann þetta af því hann léti sér and fátæka, heldur af því hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tók af því sem í hana var látið. Þá sagði Jesús, lát hana í friði. Hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Fátæka hafið þið ætið hjá ykkur, en mig hafið þið ekki ávallt. Nú frétti allur fjöldi gyðinga af því að Jesús væri í Betaníu og þeir komu þangað. Ekki aðeins hans vegna, heldur og til að sjá Lasarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá ákváðu æðstu prestarnir að taka einnig Lasarus af lífi. Því vegna hans snéru margir gyðinga baki við þeim og fóru að trúa á Jesú. Degi síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem komið var til hátíðarinnar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Fólk tók þá pálmagreinar, fór út á mótunum og hrópaði, Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist á bak honum eins og skrifað er. Óttast ekki, dóttir Síón, konungur þinn kemur og ríður östnu fola. Lærisveinar hans skildu þetta ekki fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðinn minntust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir höfðu gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með honum var þegar hann kallaði Lasarus úr gröfinni og vakti hann frá dauðum. Vegna þess fór einnig mannfjöldin á móti honum, því að menn höfðu heyrt að hann hefði gert þetta ták. Því sögðu farísear sín á milli, þið sjáið að þið ráðið ekki við neitt. Allur heimurinn eldir hann. Meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni voru nokkri Grikkir. Þeir komu til Filippusar sem var frá Betsaidu í Galileu, báðu hann og sögðu, Herra, okkur langar að sjá Jesú. Filippus fór og sagði Andrési það og síðan fóru þeir báðir og sögðu Jesú. Jesús svaraði þeim, stundin er komin að dýrð mannssonarins verði opinber. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikornin fellur ekki í jörðina og deyr, verður það áfram eitt. En ef það deyr, verða mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs líf.
Sá sem þjónar mér, fylgir mér eftir og hvar sem ég þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Nú sál mín skelfd og hvað á ég að gera? Á ég að segja, Faðir, frelsa mig frá þessari stundu? Nei, ég komin til þess að mæta þessari stundu. Faðir, ger nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni. Ég hef gert það dýrlegt og mun enn gera það dýrlegt. Mannfjöldinn sem hjá stóð og hlýddi á sagði að þruma hefði riðið yfir, en aðrir sögðu, engill var að tala við hann. Jesús svaraði, þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur yðar vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verði hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Mannfjöldinn svaraði honum, lögmáli segir okkur að Kristur muni verða til eilíðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upp hafinn? Hver þessi mannssonur? Þá sagði Jesús, skamma stund ljósið enn á meðaliðar. Gangið meðan þér hafi ljósið svo að myrkrið hremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús, fór burt og duldist. Þótt hann hefði gert svo mörg tákn í allra augsýn, trúðu menn ekki á hann. Svo að rættist orð Jesaja spámanns hann mælti, Drottinn, hver trúði boðun vorri, og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað, hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjá ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því hann sá dýrð Jesú og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna fariseana, svo þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann sendi mig. Ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og fer ekki eftir þeim, þá dæmi ég hann ekki. Ég ekki komin til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því að það sem ég tala kemur ekki frá sjálfu mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að það sem hann býður eilíft líf. Ég tala það eitt sem faðir minn hefur falið mér. Jóhannesarguðspjall, 13. kafli.
Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína, þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því brjóst Júdasi, syni Símonar Ískariots, að svíkja Jesú. Jesús vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara aftur til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt um sig. Síðan hellt hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinana og þerra með líndúknum sem hann hafði um sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann: Drottinn, ætlar þú að þvo mér um fætuna? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég er að gera, en seinna mundu skilja það. Pétur segir við hann: Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Drottinn, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann: Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nema um fætur. Hann er allur hreinn og þið eru hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann: Þið eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið þér hvað ég hef gert við yður? Þér kallið mig meistara og drottinn og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þvegið yður um fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður: Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri þeim er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið, en ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt lyftir hæli sínum móti mér. Ég segi þér þetta núna, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim er sendi mig. Þegar Jesú hafði sagt þetta,
varð honum mjög þungt hjarta og hann sagði beinum orðum: Sannlega, sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. One of you is going to betray me. Lærisveinarnir litu hver á annan og skildi ekki við hvernig hann ætti. Sá lærisveinn Jesú sem hann elskaði sat næstur honum. Símon Pétur benti honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jesús talaði Hann laut þá að Jesú og spurði: Drottinn, hver er það? Jesús svaraði: Það sá sem ég fæ bita þann ég dýfi nú í. Þá dýfði hann bitanum, tók hann og fékk Júdasi, syni Símonar Ískarjóts. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jesús segir við hann: Það sem þú gerir, það gerð þú skjótt. En enginn þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers hann sagði þetta við hann. En Júdas hafði pyngjuna og því héldu sumir þeirra að Jesús hefði sagt við hann: Kauptu það sem við þurfum til hátíðarinnar, eða að hann skyldi gefa eitthvað fátækum. Þá hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út, þá að nótt. Þegar hann var farin út, sagði Jesús: Nú mannssonurinn dýrlegur orðinn og Guð orðinn dýrlegur í honum. Fyrst mannssonurinn hefur birt dýrð Guðs, mun Guð veita honum dýrð sína og skjótt mun hann gera það. Börnin mín, stutta stund verð ég enn með yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú: Þangað sem ég fer geti þér ekki komist. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hvert annað, eins og ég hef elskað yður, skuli þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Símon Pétur segir við hann: Drottinn, hvert ferðu? Jesús svaraði: Þú getur ekki fylgt mér nú þangað sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Pétur segir við hann: Drottinn, þið getið ekki fylgt þér nú. Ég vil leggja líf mitt í söluna fyrir þig. Jesús svaraði: Viltu leggja líf þitt í söluna fyrir mig? Sannlega, sannlega segi ég þér, ekki mun hani gala fyrir að þú hefur afneitað mér 3 svar. Jóhannesar Guðspjall, 14. kafli. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann: Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann: Drottinn, sýn þú okkur föðurinn, það nægir okkur.
all we need. Jesús svaraði: Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Þar sem ég segi við yður er ekki mín orð. Faðirinn sem í mér er, vinnur sín verk. Trúi mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri. Og hann mun gera meiri verk en þau, því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gera, svo að faðirinn veksamist í syninum. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. Anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á mót honum, því hann sér hann ekki, né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalaus. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig frá mér. Þér munu sjá mig, því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau er sá sem elskar mig. En þann sem elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Júdas, ekki Ískarjót, sagði við hann: Drottinn, hverju sætir það að þú vilt birtast okkur en eigi heiminum? Jesús svaraði: Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þér heyrið er ekki mitt, heldur föðurins sem sendi mig. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður: Ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, eruð þér glöð af því að ég fer til föðurins, því faðirinn er mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við yður, því höfðingi heimsins kemur. Í mér á hann ekkert. En heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og geri eins og faðirinn hefur boðið mér. Standið upp, við skulum fara héðan. Jóhannesar Guðspjall, 15. kafli. Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hann beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gert. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Með því veksamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verðir lærisveinar mínir.
Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðug í elsku minni. Ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðug í elsku minni eins og ég hef haldið boðorð föður míns og stöðugur í elsku hans. Þetta ef ég tala til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þetta mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vinir mínir ef þér gerið það sem ég býð yður. Ég kalli yður ekki fram að þjóna, því þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir, en ég kalli yður vini, því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt. Ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhvað það sem ég biðja hann í mínu nafni. Þetta bið ég yður, að þér elskið hvert annað. Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Væru þér af heiminum, myndi heimurinn elska sína. Heimurinn hatar yður að því þér eruð ekki af heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður. Þjónn ekki meiri en herra hans. Hafi menn ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. En allt þetta munu þeir yður gera vegna nafns míns, að því þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra, væru þeir ekki sekir synd, en nú hafa þeir ekkert til afsökunar synd sinni. Sá sem hatar mig, hatar og föður minn. Hefði ég ekki unni meðal þeirra þau verk sem engin annar hefur gert, væru þeir ekki sekir synd, en nú hafa þeir séð þau og hata þó bæði mig og föður minn. Svo hlaut að rætast orðið sem ritað í lögmáli þeirra. Þeir hötuðu mig án saka. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendiður frá föðurnum, sannleiksandinn útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þér skulið einnig vitni bera, því þér hafi verið með mér frá upphafi. Jóhannesar Guðspjall, 16. kapli. Þetta hef ég talað til yðar, svo þér fallið ekki frá. Þeir munu gera yður samkunduræk. Já, sú stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita Guði þjónustu. Þetta munu þeir gera að því þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til yðar til þess að þér minnist þess að ég sagði þér það þegar stund þeirra kemur. Ég hef ekki sagt yður þetta frá öndverðu af því ég var með yður. En nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn yðar spyr mig, hvert ferð þú? En hryggð hefur fyllt hjarta yðar af því að ég sagði yður þetta. En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þér sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Það sem hann segir yður, hefur hann ekki frá sjálfum sér, heldur mun hann segja yður það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan,
því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Allt sem faðirinn á er mitt. Því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Innan skams sjáu þér mig ekki lengur og aftur innan skams munu þér sjá mig. Þá sagði nokkri lærisveina hans sín á milli: Hvað er hann að segja við okkur? Innan skams sjáu þér mig ekki og aftur innan skams munu þér sjá mig og ég fer til föðurins. Lærisveinarnir spurðu: Hvað merkir þetta innan skams? Við vitum ekki hvað hann er að fara. Jesús vissi að þeir vildu spyrja hann og sagði við þá: Eru þér að spyrjast á það að ég sagði innan skams sjáu þér mig ekki og aftur innan skams munu þér sjá mig? Sannlega, sannlega segi ég yður, þér munu gráta og kveina, en heimurinn mun fagna. Þér munu hryggjast, en hryggð yðar mun snúast í fögnuð. Þegar kona fæðir hún í nauð því stund hennar er komin. Þegar hún hefur alið barnið, minnist hún ekki framar þrauta sinna fögnuði yfir því að maður er í heiminn borinn. Eins eru þér nú hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yðar mun fagna. Og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Á þeim degi munu þér ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segi ég yður, hvað sem þér biðjið föðurinn í mínu nafni mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Biðjið og þér munu öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þetta hef ég sagt yfir í líkingum. Svo stund kemur að ég tala ekki framar við yður í líkingum, heldur mun ég berum orðum segja yður frá föðurnum. Á þeim degi munu þér biðja í mínu nafni. Ég segi þér ekki að ég munu biðja föðurinn fyrir yður, því sjálfur elskar faðirinn yður þar þér hafið elskað mig og að trúa að ég sé frá Guði komin. Ég er komin í heiminn frá föðurnum. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Lærisveinar hans sögðu: Nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú vitum við að þú veist allt og þarft eigi að nokkur spyrji þig. Þess vegna trúum við að þú sért frá Guði komin. Jesús svaraði: Trúið þér nú. Sú stund kemur og er komin að þér tvistrist hver til sín og skiljið mig einan eftir. Þó er ég ekki einn, því faðirinn er með mér. Þetta hef ég talað við yður, svo þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir. Ég hef sigrað heiminn. Jóhannesar Guðspjall, 17. kafli. Þetta talaði Jesús, hóf augu sín til himins og sagði: Faðir, stundin er komin. Ger son þinn dýrlegan til þess að sonurinn geri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum, að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Ég hef gert þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, ger mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimurinn var til. Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá, og þeir hafa varðveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér er frá þér, því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég er frá þér út gengin og trúa því að þú hafi sendt mig. Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir. Og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dýrlegur orðin. Ég
er ekki lengur í heiminum. Þeir er í heiminum, en ég kem til þín. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér. Og gætti þeirra, og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar, svo að ritningin rættist. Nú kem ég til þín. Þetta talaði ég heiminum til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnun minn fullkomin. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá af því þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð er sannleikur. Ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Að allir séu þeir eitt, eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einnig í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hafi sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, svo að þeir séu eitt, eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá, eins og þú hefur elskað mig. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér, þar sem ég er, svo að þeir sjáu dýrð mína, sem þú hefur gefið mér, að því þú elskaðir mig fyrir grundvöllun heims. Réttláti Faðir, heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig, og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra, svo að kærleikur þinn, sem þú hefur auðsýnt mér, sé í þeim, og ég sé í þeim. Jóhannesar Guðspjall, 18. kafli. Þegar Jesús hafði þetta mælt, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir lækinn Kedron. Þar var grasgarður sem Jesús gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas sem sveik hann þekkti líka þennan stað, því Jesús og lærisveinar hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestum og fariseum. Þeir koma þar með blysum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann myndi koma, gekk fram og sagði við þá: að hverjum leitið þið? Þeir svörðu honum: að Jesú frá Nasaret. Hann segi við þá: ég er hann. En Júdas sem sveik hann stóð líka hjá þeim. Þegar Jesús sagði við þá: ég er hann, hopuðu þeir á hæl og féllu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur: að hverjum leitið þið? Þeir svöruðu: að Jesú frá Nasaret. Jesús mælti: ég sagði ykkur að ég væri hann. Ef þið leitið mín, þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orð hans hann hafði mælt: engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafði sverð, brá því og hjó til þjóns æðsta pressins og sneið af honum hægra eyra. Þjónninn hét Malkus.
Þá sagði Jesús við Pétur: slíðra þú sverð þitt. Á ég ekki drekka kaleikin sem faðirinn hefur fengið mig? Hermennirnir, foringinn og varðmenn gyðinga tóku nú Jesú höndum, bundu hann og færðu hann fyrst til Annasar. Hann var tengdafaðir Kaífasar sem var æðsti prestur það ár. En Kaífas var sá sem hafði gefið gyðingum það ráð að betra væri einn maður dæi fyrir lífin. Símon Pétur fylgdi Jesú og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur æðsta prestinum og fór með Jesú inn í hallagarð æðsta prestins. En Pétur stóð utan dyra. Hinn lærisveinn sem var kunnugur æðsta prestinum kom út aftur, talaði við þernuna sem gætti dyra og fór inn með Pétur. Þernan með dyrnar sagði þá við Pétur: ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði: ekki er ég það. Þjónarnir og varðmennirnir höfðu kveikt kolaeld því kalt var og stóðu við hann og verndu sig. Pétur stóð hjá þeim og orðnaði sér. Nú spurði æðsti presturinn Jesú lærisveina hans og kenningu hans. Jesús svaraði honum: ég hef talað í áheyrn allra. Ég hef ætíð kennt í samkundunni og í helgidóminum, þar sem allir gyðingar safnast saman, en í leinum hef ég ekkert talað. Hví spyrð þú mig? Spyrðu þá sem heyrt hafa hvað ég hef við þá talað. Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jesús sagði þetta, rak einn varðmaður sem þar stóð honum löðrung og sagði: svarar þú æðsta prestinu svona? Jesús svaraði honum: hafi ég illa mælt, þá sannað þú að svo hafi verið, en hafi ég rétt að mæla, hví slærð þú mig? Þá sendi annars hann bundinn til Kaífasar æðsta prests. En Símon Pétur stóð og vermdi sig. Hann var þá spurður: ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði: ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðsta prestsins, frændi þess sem Pétur sneið af eyrað: sá ég þið ekki í grasgarðinum með honum? Aftur neitaði Pétur og leið gól hani. Menn æðsta prestsins fóru nú með Jesú frá Kaífasi til hallar landshöfðingjans. Það var snemma morguns. Þeir fóru ekki sjálfir inn í höllina svo að þeir saurguðust ekki, heldur mættu neita páskamáltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði: hvaða ákæru berið þið fram gegn þessu manni? Þeir svöruðu: ef þetta væri ekki illvirki, hefðum við ekki selt hann þér í hendur. Pílatus segir við þá: takið þið hann og dæmið hann eftir ykkar lögum. Þeir svöruðu: okkur leyfist ekki að taka neinn af lífi. Þannig rættist orð Jesú þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Pilate went back into the palace and called Jesus. Pílatus gekk þá aftur inn í höllina og kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann: ert þú konungur gyðinga? Jesú svaraði: eru þetta þín orð eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði: er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gert? Jesú svaraði:
Mitt ríki er ekki á þessum heimi. Væri mitt ríki á þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann: Þú ert þá konungur. Jesús svaraði: Rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn, að ég beri sannleikanu vitni. Hver sem er sannleikans megin heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann: Hvað er sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur út í gyðinga og sagði við þá: Ég finn enga sök hjá honum. Then Pilate went back outside to the people and said to them, I cannot find any reason to condemn him, but according to the Þið eru vanir því að ég gefi ykkur einn mann lausan og páskum. Viljið þið nú að ég gefi ykkur lausan konung gyðinga? Þeir hrópuðu á móti: Ekki hann, heldur Barabbas. En Barabbas var ræningi. Barabbas was a bandit. Jóhannesarguðspjall, 19. kapli. Pilate took Jesus Þá lét Pílatus taka Jesú og húðstrýkja hann. Hermennirnir fléttuðu kórónu úr þyrnum og sett á höfuð honum og lögðu yfir hann purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum fyrir hann og sagðu: Sæll þú, konungur gyðinga, og slógu hann í andlitið. Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við fólkið: Nú leiði ég hann út til ykkar, svo þið skiljið að ég finn enga sök hjá honum. to let you see that I cannot find any reason to condemn him. Jesús kom þá út fyrir með þyrnikórónuna og í purpura kápunni. Pílatus segir við fólkið: Sjáið manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sá hann, æptu þeir: Krossfestu, krossfestu. Pílatus sagði við þá: Takið þið hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá honum. Þeir svöruðu: Við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja, því hann hefur gert sjálfan sig að Guðs syni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð, varð hann enn hræddari. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jesú: Hvaðan ertu? En Jesús veitti honum ekkert svar. Pílatus segir þá við hann: Viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesús svaraði: Þú hefðir ekkert vald yfir mér ef þér væri ekki gefið það af ofan. Fyrir því ber sá þyngri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pílatus enn að láta hann lausan, en fólkið æpti: Ef þú lætur hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gerir sjálfan sig að konungi rís á móti keisaranum.
Þegar Pílatus heyrði þessi orð, leiddi hann Jesú út og settist í dómstólinn á stað þeim sem nefnist steinhlað, á hebresku Gabat. Þá var aðfangadagur páska hádegi. Hann sagði við fólkið: sjáið þar konung ykkar. Þá æptu menn: burt með hann, burt með hann, krossfestu hann. Pílatus segir við þá: á ég að krossfesta konung ykkar? Æðstu prestarnir svöruðu: við höfum engan konung nema keisarann. Þá seldi hann þeim hann í hendur og bauð að láta krossfesta hann. Hermennirnir tóku þá við Jesú. Og hann bar krossinn og fór út til staðar sem nefnist hauskúpa, á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum 2 aðra, hvor til sinnar handal, Jesú í miðið. Pílatus hafði látið gera yfirskrift og setja á krossinn. Þar stóð skrifað: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa áletrun því staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni. Þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstu prestar gyðinga við Pílatus: skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt: ég er konungur gyðinga. Pílatus svaraði: það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú, tóku þeir klæði hans og skiptu í 4 hluti og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku og kyrtilinn, en hann var saumlaus, ofin í eitt ofanfrá og niður úr. Þeir sagðu því hver við annan: rífum hann ekki sundur, köstum heldur hlut hver skuli fá hann. Svo rættist ritningin. Þeir skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlut kyrtil minn. Þetta gerðu hermennirnir, en hjá krossi Jesú stóðu móðir hans og móður systir, María, kona Klópa, og María Magdalena. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveinin sem hann elskaði,
segir hann við móður sína: Kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinin: Nú er hún móðir þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveinin hana heim til sín. Jesús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann til þess að ritningin rættist: Mig þyrstir. I am thirsty. Þar stóð ker fullt af ediki. Hermennirnir vættu njarðarvött í ediki, sett hann á ísópslegg og báru að munni honum. Þegar Jesús hafði fengið edikið, sagði hann: Það er fullkomnað. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp and. It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossonum hvíldardaginn báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags. Hermenn komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars, svo hins. Þegar þeir kom að Jesú og sáu að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans. En einn af hermönnunum stakk spjóti sín í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. And at once blood and water poured out. Sá séð hefur vitnar þetta, svo að þið trúi líka og vitnisburður hans er sannur. Og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist. Ekkert bein hans skal brotið. Og enn segir önnur ritning: þeir munu horfa til hans sem þeir lögðu í gegn. Jósef frá Arimaþeu, sem var lærisveinn Jesú, enn á laun af ótta við ráðamenn gyðinga, bað síðan Pílatus að mega taka ofan líkama Jesú. Pílatus leyfði það. Hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodémus, fyrrum hafði komið til hans nótt og hafði með sér blöndu af myrru og alóe nær 100 pundum. Þeir tóku nú líkama Jesú og sveipuðu hann línblæjum með ilmjurtum eins og gyðingar búa lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var grasgarður og í garðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í. Þar lögðu þeir Jesú, því það var aðfangadagur gyðinga og gröfin var nærri. Jóhannesarguðspjall 20. kafli. Fyrsta dag vikunnar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steininn tekinn frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símonar Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði og segir við þá: Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinninn og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman, en hinn lærisveinninn hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan af gröfinni. Hann laut inn
og sá línblæjurnar liggjandi, en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveitadúkin sem verið hafði höfuð hans. Sveitadúkurinn lá ekki með línblæjunum, heldur sér saman vafinn á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinn lærisveitnin sem komið hafði fyrr til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna, að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. En María stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina. Og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana: Kona, hví grætur þú? Hún svaraði: Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mælti snýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesús. Jesús segir við hana: Kona, hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hún hélt að hann var í grasgarðsvörðurinn og sagði við hann: Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jesús segir við hana: María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku: Rabbúni. Rabbúni þýðir meistari. Jesús segir við hana: Snertu mig ekki, ég er ekki enn stiginn upp til föður míns. En farðu til bræðra minna og seg þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður ykkar, til Guðs míns og Guðs ykkar. María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: Ég hef séð drottinn, og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. Kvöldið, þennan fyrsta dag vikunar, voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá: Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir þeir sáu drott. Þá sagði Jesús aftur við þá: Friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgerið einhverjum syndirnar, fyrirgefur Guð þær. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, synjar Guð þeim. En einn af þeim 12, Tómas, nefndu Tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum: Við höfum séð drottinn. En hann svaraði: Sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síða hans, mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir: Friður sé með yður.
Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, Drottinn minn og Guð minn. Jesús segir við hann, þú trúir af því þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Jesús gerði einnig mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi eru skráð í þessa bók. En þetta er ritað til þess að þið trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þið í trúnni eigi líf í hans nafni. Jóhannesar Guðspjall, 21. kapli. Eftir þetta birtist Jesús lærisveinunum aftur og þá við Tíberíasvatn. Hann birtist þannig. Þeir voru saman, Símon Pétur, Tómas kallaði Tvíburi, Natanael frá Kana í Galileu, Sebedeus synirnir og 2 enn af lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá, ég fer að fiska. Þeir segja við hann, við komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann stóð Jesús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús segir við þá, drengir, hafið þið nokkuð fisk? Þeir svöruðu, nei. Hann sagði, kastið netinu hægra megin við bátinn og þið munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið svo mikill var fiskurinn. Lærisveinn sem Jesús elskaði segir við Pétur, þetta er Drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það væri Drottinn. Could not pull it back in. Because I had caught so many fish. Brá hann yfir sig flík, hann var fáklæddur og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álmur og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land, sáu þeir fisk, lagðan á glóðir og brauð. Jesús segir við þá, komið með nokkuð af fiskinum sem þið voruð að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land fullt af stórum fiskum, 153. Og netið rifnaði ekki þótt þeir væri svona. Margir. Jesús segir við þá, komið og matist. En enginn lærisveinanna dirfðist að spyrja hann, hver ert þú? Enda vissu þeir að það var Drottinn. Jesús kemur og tekur brauðið og gefur þeim svo og fiskinn. Þetta var í 3. sinn sem Jesús birtist lærisveinum sínum upprisinn frá dauðum. Þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur, Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svarar, já Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, gæt þú lamba minna. Jesús sagði aftur við hann, öðru sinni, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði, já Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í 3. sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hryggðist við að hann skyldi spyrja hann í 3. sinn, elskar þú mig? Hann svaraði, Drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, gæt þú sauða minna. Sannlega, sannlega segi ég þér. Þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðinn gamall, munt þú rétta út
Jesus asked him the third time, "Do you love me?" And so he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Take care of my sheep. I am telling you the truth. When you were young, you used to get ready and go anywhere you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will tie you up and take you where you don't want to go. Þetta sagði Jesús til að kynna með hvílíkum dauðdaga Pétur mundi vegsama Guð. Og hann hafði þetta mælt, sagði hann við hann, fylg þú mér. Pétur sneri sér við og sá lærisveinin sem Jesús elskaði fylgja á eftir, fann hinn sama sem hallaðist að brjósti hans við kvöldmáltíðina og spurði, Drottinn, hver sá sem svíkur þig? Þegar Pétur sér hann, segir hann við Jesú, Drottinn, hvað þennan? Jesús svarar, ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Því barst sá orðrómur út í söfnuðunum að þessi lærisveinn myndi ekki deyja. En Jesús hafði ekki sagt Pétri að hann myndi ekki deyja. Hann sagði, ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Þessi lærisveinin sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta. Og við vitum að vitnisburður hans sannur. En margt það annað sem Jesús gerði og yrði það hvaðeina uppskrifað, ætla ég að öll veröldin myndi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar.